göngum við til 5. liðar á dagskrá sem umræða félagslegar leiguíbúðir í Reykjavík að beiðni borgarfulltrúa Framsóknar og flugvallarvina og til máls tekur borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Já. Forseti, borgarfulltrúar. Eins og kunnugt vinnur Reykjavíkurborg vinnur samkvæmt húsnæðisstefnu sem samþykkt var í borgarráði 7. október 2011 og gildir stefnan til ársins 2020. Meginmarkmið stefnunnar að allir borgarbúar hafi öruggt húsnæði á viðráðanlegu verði, hvort sem fólk þarfnast stuðnings með sín húsnæðismál eða ekki. Þetta fallegt markmið. Hins vegar staðreyndin sú að skortur á félagslegum íbúðum í Reykjavík og ljóst að þörfinni verður ekki mætt á næstu árum miðað við húsnæðisstefnu borgarinnar. Hlýtur borgin að verða að setja í forgang fjölgun á félagslegum leiguíbúðum til þess að mæta þessari skyldu sinni. Í svari Reykjavíkurborgar við fyrirspurn félags- og húsnæðismálaráðherra nú nýlega var óskað eftir upplýsingum stöðu á biðlista hjá Reykjavíkurborg eftir félagslegu húsnæði vegna skyldu sveitarfélaga að tryggja framboð af leiguhúsnæði, félagslegu kaupleiguhúsnæði og eða félagslegu eignaríbúðum til handa þeim fjölskyldum og einstaklingum sem ekki annan hátt færir að sjá sér fyrir húsnæði sökum lágra launa, þungra framfærslubyrðar eða annarra félagslegra aðstæðna. Í svari Reykjavíkurborgar sem svarað var af velferðarsviði kemur fram að fjöldi félagslegra leiguíbúða í Reykjavík sé 1804 fyrir utan þá íbúðir fyrir aldraða og fatlaða, samtals séu 850 manns á biðlista og þar af 550 í brýnni þörf. Ljóst miðað við þessar upplýsingar að verulega skortir á að Reykjavíkurborg uppfylli skyldur sínar í húsnæðismálum gagnvart þeim íbúum sem vegna félagslegra aðstæðna ekki færir að sjá sér sjálfir fyrir húsnæði. Þessari þörf verður ekki leyst með því að félagsbústaður kaupi 30 íbúðir á ári, þá verður þörfin ekki leyst með því að félagsbústaður fái til úthlutunar 25% af þeim 400 til 800 íbúðum, þar að segja þá 100 til 200 íbúðir sem til stendur að byggja næstu árin í svokölluðum Reykjavíkurhúsum. Reykjavíkurborg verður að setja í forgang fjölgun á félagslegu leiguíbúðum til þess að mæta skyldu sinni. Upplýsingar félagslegt húsnæði eða leiguhúsnæði, ég ætla eingöngu að takmarka það sem ég tala hér núna félagslega leiguíbúðir, ekki íbúðir í eigu félagsbústaða fyrir aldraða eða fatlaða, að þá liggur alveg ljóst fyrir að þessar upplýsingar ekki alls kostar réttar inn á heimasíðu félagsbústaða né í minnisblaðinu sem að velferðarsvið sendi húsnæðis- og félagsmálaráðherra. Þessar tölur ganga engan veginn upp. Ef við aðeins kíkjum á tölurnar, að þá kemur fram á heimasíðu félagsbústaða í fréttatilkynningu til Kauphallarinnar á árinu 2010 að það hafi verið 1844 almennar leiguíbúðir til hjá félagsbústöðum á þessum tíma, en samkvæmt upplýsingum frá framkvæmdastjóra félagsins í gær þá voru þær 1842. Það svo sem ekki mikið, það munar þarna bara 2. Það sem í rauninni það að í ársreikningi félagsbústaða fyrir árið 2013 þá kemur fram að almennar leiguíbúðir hafi síðustu áramót verið 1778. Hins vegar kemur fram í svari velferðarsviðs að þær séu núna mitt árið 1804 og það virðist þá sem það hafi fjölgað 26 íbúðir á þessu ári. Hins vegar í samtali mínu við framkvæmdastjóra félagsbústaða að þá virðist það vera svo að upplýsingarnar sem finna má úr ársreikningi félagsbústaða fyrir árið 2013 séu ekki réttar, heldur hafi þær verið 1800 áramótin, þannig að búið sé að fjölga þeim 4. Hins vegar líka í svarinu eins og það hefur verið seldar 48 sambýli, íbúðir fyrir sambýli og einnig þjónustuíbúðir fyrir aldraða. Þannig að það eru svolítið misvísandi upplýsingar
þarna. En það sem að skiptir kannski meginmáli það að við skoðum það að það hefur verið fækkun frá árinu 2009 og 2010 í almennum leiguíbúðum hjá félagsbústöðum. Vegna þess að á árinu 2009 og 2010 þá voru þar 1844. Í dag eru þar 1804. Það er að segja að það er fækkun 40 leiguíbúðir frá árunum 2009-2010 fram til dagsins í dag. Ljóst að það dró verulega úr kaupum félagsbústaða á leiguíbúðum árinu 2009 en þess má geta framboð á leiguhúsnæði á almennum markaði jókst á þessum tíma, það er að segja 2008 og 2009, með tilheyrandi lækkun leiguvers. Frá ársbyrjun 2011 hins vegar að þá byrjaði að draga úr framboði leiguhúsnæðis á almennum markaði og leiguverðið hefur farið ört hækkandi frá þeim tíma. Hins vegar virðist sem að skýrslan sem að Reykjavíkurborg vinnur eftir, sem frá 2011, hún sé svolítið í anda þess sem var að gerast árinu 2011 og í dag árið 2014 og ýmislegt hefur breyst. Það má finna að samkvæmt húsnæðisstefnu Reykjavíkur frá 2011 þá kemur fram að aukin áhersla sé lögð á húsaleigubætur, það séu bæði skilvirkar, sveigjanlegri og þar með áhættuminni valkostur, en eingöngu fjölgun félagslegra leiguíbúða til þess að mæta fyrirsjáanlegri aukinu eftirspurn eftir félagslegum úrræðum í húsnæðismálum ungs og efnaminni fólks á næstu misserum og árum. Og leggur starfshópurinn til að Reykjavíkurborg kaupi ekki frekar íbúðarhúsnæði sem skilgreint sem félagslegar íbúðir vegna þess að á þessum tíma í rauninni þær upplýsingar sem notaðar eru í skýrsluna að þá virðist leiga vera jafnhá á almennum markaði og hjá félagsbústöðum þegar tekið hefur verið tillit til húsaleigubóta og sérstakra húsaleigubóta. Hins vegar notast við upplýsingar leiguverð árið 2011 í þessari skýrslu en leiguverði hefur hækkað töluvert og ef maður skoðar bara núna að í skýrslunni stuðst við könnun Neytendasamtakanna í mars 2011 en Neytendasamtökin gaf út skýrslu núna könnun og leiguverði núna í september 2014. Og ef maður ber þetta saman þá hefur hækkun á leiguverði verið frá bilinu 40 upp í 70% á almennum markaði. Þannig að tölurnar eru allt aðrar árinu 2011 og það þyrfti mikið til að koma ef hægt verið að kaupa eða vera með leiguíbúðir á almennum markaði þar sem að þessi tekjulági hópur gæti í rauninni verið í sömu stöðu og þeir væru að leigja fyrir félagsbústöðum að teknu tilliti til húsaleigubóta og sérstakra húsaleigubóta. Þannig að munurinn í dag svo miklu meiri. Þannig að eins og ég sagði hér áðan að þá framboð leiguhúsnæði það var meira á þessum tíma, þar að segja 2008, 2009 og 2010 og leiguverði var lægra. Þannig að forsendurnar hafa breyst verulega og nú sem aldrei fyrr meiri þörf á félagslegum leiguíbúðum en áður enda leiguverð á almennum markaði mjög hátt fyrir utan það að þá vitum við það öll að það lítið framboð á húsnæði á almennum markaði. Fólk býr lengur í foreldrahúsum, fólk býr margir hverjir í atvinnuhúsnæði og svo framvegis. Og þó svo að þessi stefna sé að fjölga almennum leiguíbúðum 2500 til 3000 að þá náttúrulega kemur það fram í öllum skýrslum að töluvert magn af þessum íbúðum eru stúdentaíbúðir og þessar leiguíbúðir mun ekkert gagnast í rauninni þessum hópi sem verst settur. Á vettvangi vinnuhóps innleiðingu húsnæðisstefnunnar hefur verið unnið að húsnæðisstefnu fyrir félagsbústaði og kjarni þeirra stefnu meðal annars að félagsbústaðir taki þátt í uppbyggingu og leiguhúsnæði með því að standa fyrir byggingu á 400 til 800 íbúðum í nokkrum fjöleignarhúsum á þéttingarreitum á víð og dreifum borgina á næstu árum. Það oft talað næstu 3 til 5 árum og maður finnur síðan aðra skýrslur næstu 5 til 10 árum, auk þess að kaupa 30 nýjar íbúðir á ári. Ljóst að þeirri þörf ekki ætlað að mæta þessari þörf sem á biðlistum hjá félagsbústöðum og alveg óskiljanlegt af hverju það var horfið frá þeirri stefnu félagsbústaða
að fjölga félagslegu húsnæði 100 íbúðir á ári en nú eigi það að vera 30 íbúðir á ári. Og ef við aðeins bara skoðum málið að miða við þessar 550 sem sagt að sé í brýnni þörf í dag, að það myndi taka 18 ár að byggja eða kaupa húsnæði miðað við að það séu keyptar 30 íbúðir á ári. Og 28 ár miðað við 30 íbúðir á ári miðað við alla þá sem biðlista í dag. Og það staðreynd, fólk dvelur lengi í íbúðum á vegum félagsbústaða. Og það spurning hvort það þurfi ekki að fara að endurskoða það og taka á því reglulega að athuga hvenær fólk komið yfir þessi tekju- og eignamörk, hvort að það, að því að auðvitað á húsnæði félagsbústaða vera eingöngu fyrir þá sem í þessari brýnustu þörf. Það sem hann veltir líka svolítið fyrir sér að það hefur verið notað svolítið sem rök að það sé ekki framboð eða í rauninni, það sé lítið framboð 2 herbergja íbúðum í Reykjavík. Þar af leiðandi hafi félagsbústaðir ekki getað keypt þessar 2 herbergja íbúðir. Það sé líka rök að félagsbústaðir megi ekki eiga mikið af húsnæði í sömu hverfunum, jafnvel 1 íbúð af hverjum 10, þá í stigagangi, þá 2 ef það eru 20 og svo framvegis. Þannig að það verður að dreifa þessum leigjendum víðsvegar borgina til þess að skapa ekki félagsleg vandamál. Og auðvitað það staðreynd að það ekki allir sem á þessum listum sem eiga við ykkur þannig félagsleg vandamál að sé ykkur erfiðleikar að þetta fólk búi í húsnæði með öðrum. Hins vegar, þegar maður fer að skoða þetta, að ef maður flettir bara upp á verðsjá fasteigna hjá Þjóðskrá Íslands, að þá sér maður að það hefur verið ansi margir kaupsamningar á 2 herbergjum í Reykjavík frá árinu 2011. Og það til dæmis árinu 2011 495 kaupsamningar 2 herbergja íbúðir, árinu 2012 585 kaupsamningar, 2013 620 og árinu 2014 413. Þannig að það búið að gera kaupsamningar núna á síðustu 3,5 árum 2 herbergja íbúðir í Reykjavík 2113 og 2835 kaupsamningar 3 herbergja íbúðir. Og þannig að flestir kaupsamningarnir í Reykjavík eru gerðir 2 og 3 herbergja íbúðir en minna 4 og 5 herbergja. Og hérna ég bara að tala þá eignir í fjölbýli. Og ef maður slær inn á mbl.is eða fasteignir.is til þess að athuga hvers konar húsnæði í sölu í Reykjavík, og ef maður slær til dæmis bara 0-2 herbergja íbúðir, þá komum 250 slíkar íbúðir á sölu. En auðvitað getur verið að einhver íbúð sé á nokkrum fasteignasölum, ég fór ekkert í það að greina það neitt sérstaklega, og síðan 600 íbúðir 0-3 herbergja. Þannig að framboðið ágætt. Það hefur hins vegar bara staðreyndin, sú stefnan hefur auðvitað verið að vera ekkert að kaupa þessar íbúðir. Annað sem ég velti fyrir mér varðandi Reykjavíkurhúsin, mér finnst þetta svolítið vera svona draumsýn eitthvað sem á að lúkka opaslega vel, en þegar maður fer að skoða þetta, þetta í rauninni lausnin sem við þurfum. Reykjavíkurhúsin, að þetta svolítið að 25% á að vera þá félagsbústaðir sem úthluta því. 25% gæti þá verið einhver annar hópur, aldraðir, námsmenn, tekjulægri sem uppfylla þessi skilyrði sérstakar húsaleigubætur. Og ég hef til dæmis séð á einum stað vegna þess að það er óteljandi til á gögnum varðandi innleiðingu húsnæðisstefnunnar og alla þessu hópa sem hafa verið. Og þetta stundum þannig að þegar maður að lesa þetta yfir, maður verður svolítið ruglaður af því þetta svolítið misvísandi tölur og árafjöldi og upplýsingar. Og ég sá á einum stað, til dæmis væri það 25% námsmenn, 25% rétt á sérstökum húsaleigubótum, 25% efnaminna fólk og 25% aðilar óskyldir Reykjavík, svo sem búsettarfélög, verkalýðsfélög, eldri borgarar og svo framvegis. Ef við horfum á þessa samsetningu, að miðað þessa stefnu félagsbústaða, það megi ekki margir vera í sama húsnæði sem í þessu félagslega kerfi, að þarna erum við að útbúa Reykjavíkurborg, draumurinn Reykjavíkurhúsin, þarna virðist nú vera ansi margir hópar sem myndi falla undir þessi tekjulægri hópa eða myndi uppfylla þessi skilyrði sem félagsbústaðir setja, að minnsta kosti 25%, ef ekki alveg 50 og 75%. En þarna virðist ekkert vera neitt vandamál að koma þessu fólki saman í eitt hús. Þá veltir maður fyrir sér, það ástæðan fyrir því að þessi hús eiga öll að vera á þéttingarreitum sem á mjög stýrum stöðum í borginni?
Þannig að það verði svona eitt svona Reykjavíkurhús fyrir tekjulægri hópa sem hægt að skipta í einhvern veginn fernt á þessum stöðum og þá á það að lúkka betur. Þetta óljósa hlutverk líka Reykjavíkur, félagsbústaða, það virðist vera sem að það sé svona svolítið þegar maður lesi í gegnum þetta, að félagsbústaði sé svolítið að breytast úr því að sjáum það í rauninni að kaupa og útluta og sjáum þessar félagslegu leiguíbúðir og það sem að koma með svona þróun og uppbyggingu á þessum svokölluðu Reykjavíkurhúsum. Staðreyndin hins vegar sú, það árið 2014. Það hefur ekkert verið gert í þessum málum síðustu árin. Hvorki hjá síðasta meirihluta né hefur líka lítið verið gert núna eða ekkert, þó svo að sé búið að kaupa ykkur 4 íbúðir frá áramótum. Það endalausir hópar búin að vera á störfum, það endalausir skýrslur búin að vera gerðar og þegar maður lesi þetta, ég var búin að prenta út svona bunka bara af gögnum sem var búið að leggja fram síðast 1,5 ári og reyna að lesa þetta saman, þetta eins og frumskógur. En púðrið eitthvað svolítið mikið í þessum Reykjavíkurhúsum og þetta virkar svolítið á mig svona einhver draumsýn sem á að vera æðislegt á lausnin af öllu, en staðreyndin held ég að sé einfaldlega svo, við erum ekki að leysa þessi félagslegu vandamál, eða félagslega skortin á félagslegum íbúðum með þessu. Það staðreynd að það eru fleiri hundruð manns sem eru á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði og það ekki verið að leysa það. Og það að kaupa 30 íbúðir á ári eða byggja Reykjavíkurhúsin sem taka nokkur ári í byggingu og þó svo félagsbústaði fái 100 til 200 af þessum húsum, og þau getur tekið 3 alveg upp í 10 ár eftir hvaða skýrslu maður les, að þá þetta örfá hús, örfáar íbúðir sem verið að úthluta. Þannig að þetta fólkið sem þarf mest á þeirri aðstöðu að halda að flytja í húsnæði. Það ofboðslega fallegt að allir Reykvíkingar eigi að hafa öruggt húsnæði á viðráðanlegu verði, hvort sem fólk þarfnast stuðnings eða ekki með sín húsnæðismál, en það alveg ljóst, við verðum að gera betur. Við verðum að huga fyrst og fremst að þessum hópi. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Halldór Halldórsson. Já, forseti og góðir borgarfulltrúar. Það margt sem hægt að ræða í tengslum við þessi mál og við ræddum þetta töluvert mikið í kosningabaráttunni í vor. Höfum svo sem ekki ennþá áttað okkur á því hvernig verður staðið að þessum málum af hálfu meirihlutans. Eins og kom hér fram í máli borgarfulltrúa Guðfinnu, þá það svolítið sláandi að því að við vorum að tala hér að það væri aukning 76 íbúðir hjá félagsbústöðum á síðasta kjörtímabili, en nú fáum við þær upplýsingar að í rauninni hefur orðið fækkun 40 íbúðir vegna þess að leiguíbúðir, það leiguíbúðir sem við heldum að vera fjölgum reyndist ekki vera á þeim grunni, heldur væri inn í þessu tala vegna íbúða fyrir aldrað og fatlað fólk. Kannski fáum við skýringu á þessu að talningin í skýrslustjórnar félagsbústaða sé bara hreinlega röng eða þá að skilningurinn eigi að vera annar. Það talað það í félagslegri húsnæðisstefnu sem var sett hér og aðalskipulagið tekur til og vitnar í. Að það verið að tala og það í rauninni kosningaloforð og það í rauninni markmið meirihlutans að byggja 2500 til 3000 nýjar leigu- og búseturéttar íbúðir næstu 3 til 5 árin í Reykjavík. Og það þetta sem að maður að velta fyrir sér, hvernig á þetta að gerast þegar að það hefur fækkað félagslegum leiguíbúðum þar sem mest þörfin. Þess vegna hlakka ég til að heyra svona umræðuna hérna undir þessum lið vegna þess að mér finnst erfitt að átta mig á því hvað meirihlutinn ætlar að gera í húsnæðismálum.
Íbúðum hefur fækkað hjá félagsbústöðum. Það vantar að minnsta kosti 500 íbúðir með við þann biðlista sem er til staðar. Og svo þegar að spurt hvernig borgin ætla að byggja 2500-3000 leiguíbúðir, þá hefur því verið svarað að borgin ætla ekki að gera það. Heldur sé verið að byggja þetta, verktaka sé að byggja þetta, búseti sé að byggja, sé verið að byggja stúdentaíbúðir og svo framvegis. En það er allar hluti af þessu átaki sem boðið í málefnasamningi meirihlutans og lofað var í kosningabaráttunni í vor, því að þar var talað að hinn almenni markaður réð ekki við að ná niður leiguverði. Og því var í tal Sjálfstæðisflokksins sem að auka lóðaframboð og gera markaðnum kleift að takast á við húsnæðisskortinn. Það væri bara að tala að efla einkaaðila markaði, en ekki myndi nást árangur hvað leiguverð varðaði. Það yrði áfram hátt. Og svo ég vitni áfram í umræðina, þá kom fram bæði í greinum og í umræðinni að það væri búið að reyna þessa aðferð Sjálfstæðisflokksins í 100 ár og nú sé komið að því að gera þetta með öðrum hætti. Og hvað þýðir þetta? Það hlýtur að þýða það að Reykjavíkurborg ætli sér að niðurgreiða leiguverð á almennum markaði og skattgreiðendur, borgarbúar, munu þá fá reikninginn. Og það auðvitað þannig, og kannski fáum við fréttir af því hér í umræðinu og eftir, ég hef ekki frétta erindi borgarinnar hjá Eftirlitsstofnun EFTA, ESA, að fá undanþágu frá þessari svokölluðu ríkisaðstoð á almennum markaði. Og hvað þýðir það? Það þýðir það að leiga sumra á almennum markaði verður niðurgreidd en ekki annarra. Og það kallað mismunun. En þannig að enn og aftur þá stend ég hér og velti fyrir mér hver stefnan í þessum málum hvernig á að gera þetta, því að stundum er sagt, borgin ætlar að bæta við 2500-3000 leiguíbúðum og þegar maður segir, en hvernig ætlaði að gera það? Já, það er verið að byggja. Nú er það ekki aðferðin sem við boðum, en þið sögðu að það væri búið að reyna í 100 ár og dygði ekki til þess að ná niður leigunni. Getið þið útskýrt þetta fyrir mér? Ég hef ekki náð því. En bara aðeins í tengslum við þetta, og þá auðvitað þurfum við líka að ræða bara, af því að nú erum við að ræða húsnæðismál og það er húsnæðisskortur. Við þurfum auðvitað líka að ræða þessi mál í tengslum við séreignarstefnuna og það er rauninni mismunun í gangi. Bæði vantar auðvitað meira leiguhúsnæði og ódýrara ef að mögulegt er fyrir fólk. En fólk hefur rauninni ekki raunverulegt val og það er ekki svo sem við borgina endilega að sakast í því að það að fólk sem ætla sér að kaupa í dag, það stendur bara frammi fyrir mjög erfiðum hlutum, bæði varðandi greiðslumat og slíka þætti sem auðvitað óeðlilegt. Fólk á að hafa raunverulegt val þá kosti hvort að leigir eða kaupir. Og þetta auðvitað að hamla því að fólk komist yfir húsnæði og við þurfum auðvitað að ræða það í þessu samhengi líka. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið máli sínu, þá tekur til máls háttvirtur borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil í upphafi þakka fyrir það að félagslegt leiguhúsnæði hér sett á dagskrá. Það einn mikilvægur og snar þáttur í húsnæðismálum í borginni og eitt af því sem skiptir mestu máli þegar við erum að horfa á húsnæðisstefnuna og verkefnin framundan. Það rétt sem borgarfulltrúi Halldór Halldórsson rifjaði hér upp að við segjum og höfum sagt að við ætlum að beita okkur fyrir byggingu 2500 til 3000 leigu- og búseturéttaríbúða næstu 3 til 5 árum og það hluta málefnasamningi þessa meirihluta. Það líka rétt sem að frummælandi þessa máls rifjaði upp að þegar húsnæðisstefna borgarinnar var sett fram 2011 þá var það matið að ekki væri rétt að fjölga félagslegum íbúðum en þær áherslur voru teknar til endurmats síðar á kjörtímabilinu í ljósi þess að staðan breyttist.
fórum við að vinna með hugmyndur Reykjavíkurhús sem einn þáttur af nokkrum í þessari uppbyggingaráætlun. Í uppbyggingaráætluninni erum við sem að leggja áherslu á íbúðir fyrir ungt fólk, ekki síst stúdenta, sem að Félagsstofnun stúdenta, Byggingafélag námsmanna og aðrir myndu byggja í samstarfi við borgina, þar að segja við erum með skipulagsvald og við höfum lagt til lóðir inn á háskólasvæðunum og hugsanlega fleiri lóðir til, þannig mætti byggja fyrir stúdenta. Við höfum líka verið að vinna með búsetu réttarfélögum eins og Búseta, en reyndar einnig Dvalarheimilinu Grund að því að byggja búsetu réttar íbúðir sem væri einn þáttur í þessu. Síðan bindum við vonum við það að fyrirtæki og einkamarkaði byggi líka leiguhúsnæði og ætlum að kortleggja það vegna þess að það einn þáttur af því sem máli skiptir að það verði til almennur leigumarkaður og við viljum stuðla að því. En svo það Reykjavíkurhúsin. Þar ætlum við að læra af því sem að farið hefur úrskeiðis þegar félagslegt húsnæði hefur verið byggt. Við viljum ekki hafa það allt á einum stað. Við viljum blanda bæði í hús og í hverfi. Við viljum blanda bæði í einstök hús og í hverfi og þess vegna það alveg rétt hjá Frumalanda að við getum kannski lyft okkur af að fleiri félagslegar leiguíbúðir í einhverjum vissum uppbyggingarkjörnum ef að viðkomandi hverfi eru einsleit fyrir. Hvað varðar það að vera fyrst og fremst með stórar og dýrar íbúðir til dæmis. En að því að hér var aðeins talað tölur að þá rétt að halda því til haga hvaða húsnæðis- og búsetuúrræði það eru sem að velferðarsvið Reykjavíkurborgar úthlutar. Þar í fyrsta lagi almennar félagslegar leiguíbúðir sem við erum að ræða hér. Þær eru kringum 1800 talsins. Ef það einhver óviss þá tölu þá sjálfsagt að fara betur yfir það og það verður að vera á öðrum vettvangi. Í öðru lagi eru það þjónustuíbúðir fyrir aldraða. Þær eru 373. Þannig að það eru þessar 1800 pluss þjónustuíbúðir fyrir aldraða sem eru 373. Það búseta fyrir fatlað fólk. Það eru 334 slík búsetuúrræði eða íbúðir. Og svo önnur sértæk búseta eins og gistiskýli, áfangaheimili og heimili fyrir utangarðsfólk sem eru 89 búsetuúrræði. Þannig að alls þetta ekki kringum 1800 heldur 2600 sem að velferðarsvið borgarinnar að úthluta. Og allt þetta hluti af þessari umræðu. Við erum í brýnni þörf fyrir húsnæði vegna þess að það eru stórir hópar í vandræðum, geta hvorki keypt né leigt á þeim verðum sem í boði eru. Og við viljum svara því, það meðal annars með því að auka framboðið af leiguíbúðum sem við teljum okkur geta haft jákvæð áhrif á allan markaðinn, ekki bara það sem að við komum að uppbyggingu á eða lóðaúthlutunum gagnvart heldur allan markaðinn. Í umræðunni hér hefur svo sem ekki verið rætt mikið biðlistan en þeir hafa verið viðvarandi í mörg ár og eru fyrst og fremst eftir 1-2 herbergja íbúðum, minna eftir stærri íbúðum og þá ég að tala almennar félagslega leiguíbúðir. Ef við skoðum hins vegar þjónustuíbúðir fyrir aldraða að þá athyglisvert að sjá að þar fækkar á biðlistunum. Það ekki vegna þess að þeim sem falla undir skilgreininguna aldraðir sé að fækka, heldur vegna þess að viðhorfin eru hugsanlega breytast í þeim hópi og við erum að veita betri þjónustu inn á hvert og eitt heimili. Þannig að fólk vill kannski gjarnan búa bara áfram heima í staðinn fyrir að flytja í sérstakar þjónustuíbúðir fyrir aldraða. Og það ein af ástæðum þess að sumir hafa sett spurningamerki við framtíð þessa forms á því að veita þeim sem eldri eru þjónustu inn á heimilin. Það umræða sem við verðum að taka. Við höfum líka verið að greina eftirspurnina eftir húsnæði fyrir fatlað fólk. Þar erum við með húsnæði fyrir 334 eins og ég rakti hérna áðan, en ljóst að eftirspurnin bæði meiri og hugsanlega
hugsanlega á breiðari grunnu og eftir svona nýrri hugsun í þessu. Og velferðarsvið að huga að því. Við erum svo í mjög brýnni þörf eftir hjúkrunarrýmum á hjúkrunarheimilum og höfum auðvitað sent heilbrigðisráðherra áskoranir þess efnis á umliðnum árum og mikilvægt að þar verði bætt úr því að þetta er keðja. Þetta er keðja og mikilvægt að huga að því öllu. Af því að hér var verið að ræða þessar breytingar á áherslum frá því að draga úr áherslun á uppbyggingu eða kaupum á félagslegu húsnæði þegar að leigumarkaðurinn stækkaði og leiguverð lækkaði í kringum 2011 til þess að vilja fjölga félagslegu leiguhúsnæði, að þá hef ég óskað eftir því að velferðarsvið í samráði við félagsbústaði geri þarfagreiningu og áætlun hvað er þörf fyrir margar nýjar félagslegar leiguíbúðir, hvort sem við erum þá að tala að kaupa eða byggja. Þannig að allir geti lagst yfir það mat og við getum náð samstöðu eins og við getum gert í þessum húsnæðismálum það hvað við viljum fá margar nýjar almenna félagslega leiguíbúðir. Það er rétt að rifja það upp að þegar félagsbústaðir eru stofnaðir þá eru undir 900 íbúðir í eignasafninu þar. Það er samt ekki lengra síðan en 1998 sem að félagsbústaðir eru stofnaðir. Þannig að það er búið að meira en tvöfalda í raun fjölda íbúðana á þeim tíma sem liðin þó að sé langt í frá að tala Reykvíkinga hafi tvöfaldast á sama tíma. Sama mynd dregst upp þegar að fjöldi félagslegra leiguíbúða er borinn saman við sveitarfélögin í landinu og sveitarfélögin hér í kring. Og meðan við erum með kringum 1800 íbúðir þar 238 í Hafnarfirði, 319 í Kópavogi, 30 í Mosfellsbæ, 8 í Garðabæ, 10 á Seltjarnarnesi. Og ef við skoðum þetta sem hlutfall miðað við 1000 íbúa þá er munurinn sá að við erum með tvöfalt fleiri íbúðir per íbúa en Hafnarfjörður og Kópavogur næstu því. Kópavogur er reyndar með 10 íbúðir á hverja 1000 en við erum með 15. Mosfellsbær er með 3 íbúðir rúmlega á hverja 1000 íbúa. Garðabær er með hálfa íbúð á hverja 1000 íbúða. Seltjarnarnes með 2,5. Þetta auðvitað gengur ekki heldur. Hvorki að við förum í þessa umræðu út frá því að Reykjavík eigi ein að sjá fyrir húsnæðisþörfum höfuðborgarbúa, né heldur að sá munur sem í stuðningi við þá sem ekki eru í félagslegri íbúð í eigu þessara sveitarfélaga heldur í sömu efnahagslegri stöðu. Hvað við með því? Jú, það nefnilega ekki öll sveitarfélögin, ekki einu svona á höfuðborgarsvæðinu sem að greiða sérstakar húsaleigubætur til þeirra sem í verstu stöðunni. Því að með sérstökum húsaleigubótum sem við tókum upp fyrir nokkrum árum höfum við auðvitað verið að mæta hópi sem á almenna markaðnum. Og þannig að munurinn í nálgun sveitarfélagana á húsnæðismarkaði birtist ekki bara í tölum yfir fjölda íbúða, heldur líka í öðrum stuðningi. Og þetta gengur ekki. Það verður að taka þetta til endurskoðunar og þegar hér var verið að minnast á fyrirspurn húsnæðismálaráðherra fjölda félagslegra íbúða og biðlista og annað slíkt, að þá var það ágætt. Þessar tölur reyndar alltaf teknar saman á hverju ári, en við hljótum að líka undirstrika það að þegar að kemur að uppbyggingu á fleiri almennum félagslegum leiguíbúðum þá erum við aðeins að bíða eftir því hvaða leið ráðherrann og þingið velur sem framtíðarsýn á grundvelli tillagnanna sem að ráðherra kynnti í apríl og maí síðastliðnum. Verður farið út í kerfi
styrkveitinga vegna einstakra uppbyggingaverkefna eða verður það í formi niðurgreiddra vaxta? Hvernig verða húsnæðisbæturnar innleiddar með sameiningu vaxtabóta og húsaleigubóta? Hvert verður hlutverk sérstakra húsaleigubóta sem eins og ég sagði áðan ekki öll sveitarfélög einu sinni greiða núna, á að gera þá kröfu til allra sveitarfélög að þau séu með sérstakar húsaleigubætur fyrir verst stadda fólkið, eða er bara allt í lagi að það sé fyrst og fremst glímt við þann vanda í Reykjavík? Þetta eru lykilspurningar sem þurfa að fá svör og það var búið að boða það að þau svör kæmu á fyrstu vikum haustþings. Og ég hef boðið húsnæðismálaráðherra bandalag að byggja upp öruggan, traustan leigumarkað í Reykjavík og helst annars staðar. Og við munum standa við það, en við hefðum mikið gagn af því í þeirri vinnu sem að unnin er hér í Reykjavík og hefur farið fram í sumar, að átta okkur á því hvernig þessum valkostum til framtíðar ráðherrann og ríkisstjórnin ætlar að velja og hvenær það verður innleitt, bara hvenær í tíma þessi hlutir koma og hvernig skyldur allra sveitarfélaga í húsnæðismálum verða undirstrikaðar í löggjöf og í stuðningi ríkisins við þessi uppbyggingaverkefni. Það stendur með öðrum orðum ekki á okkur, en það er mjög mikilvægt að hér sem fyrr er tónninn sem sleginn er af öllum flokkum í borgarstjórn að Reykjavík ætlar sér stóra hluti í þessu, hún finnur til ábyrgðar og skyldu í þessum efnum. Ég heyri sannarlega að hér er kallað eftir ennþá metnaðarfyllri áformum heldur en byggingu 2500 til 3000 leigu- og búseturéttaríbúða á næstu 3 til 5 árum og ég legg fyrst og fremst áherslu á það að það sem við gerum byggjum við á þarfagreiningu, það sem við gerum byggjum á bestu gögnum á hverjum tíma. Við gerðum ítarlega úttekt 2011, við gerum hana aftur 2013 og höfum verið að reyna að tölusetja og setja okkur markmið út frá stöðunni eins og við metum hana á hverjum tíma. Að endingu vil ég árétta að Reykjavíkurborg hefur aldrei sótt undanþágu frá ríkisstyrktarreglum sem falla undir ESA. Við höfum þvert á móti útfært verkefni okkar þannig að það varðar ekki þessar ríkisstyrktarreglur en sendum hins vegar gögn og kynningu á því til þess eins og maður á að gera þegar ESA er annars vegar á frumstigi til þess að fá það fram hvort það væri ekki örugglega skoðun eftirlitsstofnunar EFTA, hvort hún deildi ekki þeirri skoðun að þetta varðaði ekki ríkisstyrktarreglurnar. Verkefnin eru raunar að þróast enn frekar. Við höfum líka verið að rýna lögin félagslegt húsnæði og laga umhverfi félagsbústaða og það er mjög líklegt að við þurfum að stofna sérstakt félag utan Reykjavíkurhúsin frekar en að byggja þau innan efnahagsreiknings og ábyrgð félagsbústaða. En þau mál ætla ég að leyfa að fá að skýrast, enda kannski fyrst og fremst tæknilegs eðlis áður en við förum í umræðum smáatriðin í því efni. Það er hv. borgarstjóri lokið máli sínu og Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti, borgarfulltrúar, ég þakka borgarstjóra fyrir ágætis svör. Varðandi upplýsingar hans borgarstjóra tölulegan fjölda félagsíbúða hjá félagsbústöðum, að það sem ég var að segja hér áðan er það að þessar tölur misvísandi af heimasíðu og einnig í svari velferðarsviðs til ráðherra núna og í svarinu, bara svo ég fara þess yfir þetta aftur, að í svari velferðarsviðs núna til ráðherra í ágúst þá segir að almennar leiguíbúðir séu 104, þjónustuíbúðir fyrir aldraða séu 373 og í sambýlum fyrir fatlaða 89
að þetta séu 2266. En samkvæmt upplýsingum frá framkvæmdastjóra félagsbústaða og svolítið í samræmi við ársreikningi sem var lagður fram núna í sumar fyrir síðasta ár, hann var reyndar ekki alveg réttur, að vantaði þarna 22 íbúðir, almenna leiguíbúðir inn í hann, þá það í rauninni 1804 leiguíbúðir, þjónustuíbúðir fyrir aldraða 307 og sambýli fyrir fatlaða 114. Þannig að það hefur ekki fækkað í sambýli fyrir fatlaða 48 eins og kemur fram í svari velferðarsviðsins eða fækkað í þjónustuíbúðir fyrir aldraða 66 á þessu ári. En þetta í rauninni kannski óþarfa að vera tíunda þetta. Það sem skiptir meginmáli að þegar maður skoðar fjölda almenna leiguíbúða, eins og ég sagði hér í upphafi, ég ætla eingöngu að fjalla félagslegar leiguíbúðir, ekki íbúðir fyrir aldraða eða í sambýlum fyrir fatlaða. Og þá voru þær 1842, sumstaðar stendur reyndar þessi 1844, en framkvæmdastjórinn segir þessi 1842 en það segir ekki réttar upplýsingar á heimasíðunni, en þær eru í dag 1804. Þannig að þetta 40 íbúðir sem hefur fækkað frá árinu 2009 og 2010 fram til dagsins í dag og við erum að tala árið 2014. Hins vegar, en það sem í rauninni, eigendastefnan hefur verið þessar 100 íbúðir á ári sem hefur ekki verið uppfyllt. Og það að það sé hægt að benda okkur önnur sveitarfélög varðandi hvað þau ekki standa sig, það getum við ekki leyft okkur. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir við lokið að veita andsvar og svarar andsvari hv. borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, þarna eru greinilega fleiri en einar tölur á ferðinni og sjálfsagt að finna út úr því. Ég held að getum alveg róa borgarstjórn með því að félagslegum íbúðum hefur ekki verið að fækka og ég held að verkefnin og ástandið sínu nógu slæmt þó við séum ekki að fækka þeim. En það er sjálfsagt að finna út úr því hverjar tölurnar nákvæmlega eru og leggja það fyrir á réttum vettvangi. Þeir sem hafa tekið þátt í umræðunum húsnæðismál hafa allir átt að sjá því að ég held að það geti enginn sakað borgarstjórn eða borginu það að vísa ábyrgð frá sér þegar kemur að félagslegu húsnæði eða húsnæðismálum yfirleitt. Ég held ekkert sveitarfélag á landinu hafi í raun gert meira heldur Reykjavík í þessum efnum, ekki síst frá stofnun félagsbústaða 1998 þegar að íbúðum hefur verið fjölgað 1000 og meira en það fyrir utan það sem hefur verið gert varðandi þjónustuíbúðir, aldraðra og svo framvegis. Þannig verður það áfram. Ég var enga síður að undirstrika það í máli mínu að þó eins gjarnan og eins eðlilegt og mér finnst að Reykjavík sé í forystu á öllum sviðum að þá ekki mikið ílagt fyrir Garðabæ að vera með hálfa íbúð á hverja 1000 íbúa meðan við erum með 15. Eða önnur sveitarfélög sem að í raun eru með þessu að treysta því að Reykjavík leysi þetta. Þannig að það var fyrst og fremst það samhengi sem ég vildi halda til haga. Þegar til viðbótar kemur það ekki allstað verið að greiða út sérstakar húsaleigubætur, þá finnst mér þetta einfaldlega að vera eitthvað sem að við eigum öll að halda til haga í umræðunni og samhenginu vegna þess að við erum eitt samfélag. Ég tala nú ekki hér á höfuðborgarsvæðinu þar sem að valla maður tekur eftir því þegar keyrt er á yfir sveitarfélagamörk. Hv. borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari, það veitir andsvar öðru sinni. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, ég ætla nú ekki að halda þessari tölulum ágreiningi áfram, en það eru 40 færri leiguíbúðir í dag heldur en voru árinu 2009 til 2010. Það kemur bæði fram í þessum tölum sem hægt að lesa út úr heimasíðunni pluss það sem kemur fram í ársskýrslunni og samkvæmt upplýsingum framkvæmdastjóra félagsbústaða. Hins vegar að það sé hægt að hafa einslit hús í hverfum þar sem í rauninni annars konar, þar að segja svokölluðum dýrari hverfum borgarinnar innan gæsalappa. Það er að segja þar sem einhvern veginn annars konar heldur en, já, ég átta mig ekki á því hvernig hægt í rauninni að búa til, hvernig haldi þetta verði. Heill kassi þar sem verður fólk sem að mismunandi
svona félagsbústaðir, allir í frekar tekjulágir eiga setja þá inn í dýrari hverfina því þetta á lúkka einhvern veginn miklu betur. Þetta ekki alveg að ganga upp. Það þarf að hugsa þetta betur en það sem skiptir mestu máli það verður að fjölga félagslegu húsnæði í borginni og það strax. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur veitt andsvar öðru sinni og þá svarar andsvar öðru sinni hv. borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil bara ítreka það sem ég sagði áðan, þá bæði að blanda í húsin, þar að segja á byggingarreitina og í hverfin. Þannig að það enginn að tala einsleitt hús. Það verið að tala að blanda bæði í húsin og í hverfin. Þannig Reykjavíkurhúsin hugsuð til þess að læra af því sem að misfærst hefur bæði hér og erlendis í þessum efnum, en já, við erum sammála það þarf að fjölga félagslegu leiguhúsnæði hér í Reykjavík og nágrannasveitarfélögum. Borgarfulltrúi Dagur Bjargeirsson hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Forseti, borgarstjóri, borgarfulltrúar. Ég ætla að koma hérna upp og taka aðeins annan vinkil á þetta allt saman. Í lögum félagsþjónustu sveitarfélaga, 45. grein segir sveitarstjórn með leyfi forseta. Sveitarstjórn skuli eftir því sem kostur og þörf á tryggja framboð leiguhúsnæði, félagslegu og kauplegu húsnæði og eða félagslegum eignaríbúðum handa þeim fjölskyldum og einstaklingum sem ekki á annan hátt færum að sjá sér fyrir húsnæði sökum lágra launa, þungra framfærslubyrðar eða annarra félagslegra aðstæðna. Tilvitnun lýkur. Það þannig að þetta góða fólk sem að starfa fyrir Reykjavíkurborg á velferðarsviði búið að taka út og meta samkvæmt listum 850 einstaklinga sem eiga rétt á því samkvæmt þeim gegnsæju stöðlum sem við gerum ráð fyrir að séu hafðir til grundvallar þegar metin þörf viðkomandi fyrir félagslegt húsnæði. 850 einstaklingar. Á bakvið þá líka í einhverju tilvikum maki eða hvort það eru tveir einstaklingsækjum og fjölskyldur og börn. Það hefur sjaldan eða aldrei verið eins mikil nauðsyn á beinni íhlutun og beinna og afgerandi aðgerða af hálfu sveitarfélagsins borgarna Reykjavíkur eins og nú í þessum málaflokki. Og mér þykir mjög miður, ég kannski þessi óþolinmóða manneskja, en mér þykir mjög miður að árið 2011 var unnin hérna skýrsla sem búin að liggja fyrir þá í 3 ár og það hefur ekki verið farið framkvæmdir samkvæmt henni. Megum við þá búast við því að sú skýrsla og rannsókn sem hv. borgarstjóri boðar hér verði í öðrum eins ferli út allt kjörtímabilið. Ég frábið mér og ég vona svo innilega að því það þannig að við tökum þessum málefni föstum tökum. Ástæðan fyrir því sú, og við vitum það, stundum þannig að nauðsyn brýtur lög og stundum þannig að nauðsyn svo mikil að við þurfum að stytta verkferla, við þurfum að stytta tímabil sem gefin eru í vangaveltur endalausar stöðu á markaðnum. Aftur á móti, þá ekki hægt að líta fram hjá því, kæru borgarfulltrúar, að samkvæmt nýlegri könnun sem var gerð hún í september af hálfu Neytendasamtakanna, að þá það þannig að leiguverð á höfuðborgarsvæðinu talið að hafa meðaltali hækkað 37,7% frá 2011 til dagsins í dag. Könnunin var gerð 2. september á þessu ári. Þannig að það alveg ljóst að þær forsendur sem lágu til grundvallar skýrslunni frá 2011 þegar raunverulega var lagt út frá því að það væri ekki mikill munur á húsnæðisverði á almenna leigumarkaðnum og félagslega leigumarkaðnum. Þess vegna væri ekki þessi brýna þörf
fyrir félagsbústað til þess að halda áfram að fjárfesta með þeim hætti sem að markmið þeirra hefur sagt til 37,7%, þú veist, launin mín hafa ekki hækkað svona mikið, launavísitölunni var hækkað 5,9% og nývísitala neysluverðs 2,4% á sama tímabili. Þannig að það sem ég er að leggja áherslu á hérna í málum minna, það er þessi brýna þörf, kæru borgarfulltrúar. Við getum ekki sett þetta í enn aðra nefndina og beðið eftir enn einni skýrslunni og látið fólkið og börnin vera á vergangi einn veturinn í viðbót. Í aðdraganda kosningana að þá skoðaði ég heimasíðu félagsbústaða og þar kom fram að markmiðið væri að fjárfesta það væri svona hlutverk félagsbústaða að fjárfesta í 100 íbúðum á ári. Þetta er ekki lengur inn á heimasíðunni þar og það er ljóst að það hefur verið talað um það að það eigi ekki að fjölga félagslegum íbúðum hjá félagsbústöðum þrátt þó svo að íbúðinu þar eigi að fjölga. Og það er líka verið að tala um sem sagt, mögulega breytingu á eignarhaldi á félagsbústöðum. Það er núna þannig, og ég vona ég fari nú með rétt mál alltaf þess að ég komst næst, að þá eru félagsbústaðar 100% í eigu Reykjavíkurborgar til þess að sinna þessu hlutverki samkvæmt 45. grein laganna. Við skulum ekki vera, ég ætla ekki að eyða tímanum hérna að vera að horfa aftur á veginn, aftur á bak, í baksinnispeilin, horfa við hefðum átt að fjárfesta meira, aðgerðarleysi fyrrverandi meirihluti því að fjárfesta ekki hefur raunverulega valdið félagsbústöðum tjóni þar sem að fasteignaverð hefur hækkað það mikið að nú dugar eigið féð fyrir færri íbúðum í útborgun heldur en gerði áður og eftir atvikum verður skuldsetningin meiri. Látum það liggja milli hluta. Horfum við hvað það er sem við getum gert. Er einhverja forsendur fyrir því að félagsbústaðir megi ekki fjárfesta í kjallaraíbúðum og risíbúðum? Er þetta ekki spurningu það að fólki þarf þak yfir höfuðið? Og staðsetningin, nauðsyn brýtur stundum verklagsreglur og hún gerir það í þessu tilviki. Núna verðum við borgarfulltrúar og þeir sem koma þessu málaflokki að veita félagsbústöðum þann stuðning að þeir geti og hafi heimild til þess að kaupa þá allavega 2 íbúðir í 10 íbúðastigagangi. Ekki vera svona föst á þessu með 10% og ekki risíbúðir og ekki kjallaraíbúðir. Svo markmiðið hlýtur alltaf að vera það að koma þaki yfir höfu á þessu fólki. Það sem við þurfum aftur á móti að skoða er það að fólk á ekki að fara inn í þetta kerfi til eilífðar nóns og það þarf að vera miklu meiri eftirfylgni af því að þegar atvinnuástandi batnar, börn fara af heimilinu eða tekjur aukast eða slíkt, að þá dettur fólk út úr kerfinu og þurfi þannig að fara annarkvort á eignamarkaðinn eða annar stað. Við erum með allt of mikið af fólki sem festist inn í þessu kerfi. Og það er önnur umræða sem ég vona að við berum gæfu til þess að taka fyrr en seinna. En fyrst og fremst er ég að benda á þá miklu neyð sem er hjá þessu fólki sem er á vergangi húsnæðislega séð og við þurfum að flýta okkur. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir. Forseti og ágætu borgarfulltrúar, það er gott að líta til framtíðar þegar við hugsum húsnæðismarkaðinn og mig langar fyrst og fremst til þess að tekjulágt fólk í félagslegum vanda sé ekki hreppaflutningum milli sveitarfélaga eða milli hverfa hér í Reykjavík. Til þess að sá draumur geti ræst þá þurfa öll sveitarfélög að hafa og bera félagslega ábyrgð og við þurfum að tryggja að það sé ekki bara félagslegar íbúðir á ákveðnum stöðum í Reykjavík.
Þessari stefnu hefur verið fylgt lengi. Það var árið 2005 sem að velferðarráð Reykjavíkurborgar lagði til að félagsbústaðar hættu að kaupa íbúðir í Breiðholti. Og við látum ekki nauðsyn brjóta lög hvað það varðar vegna þess hversu eignasafnið var tryllingslega óréttlátt og fjöldi íbúða mikill, sérstaklega í ákveðnum hverfum Breiðholtsins, á meðan önnur hverfi höfðu nánast ekkert í boði. Þannig að ef að fólk í félagslegu vanda, sem er bara fólk eins og við getum öll verið í þessari stöðu eitthvað tíman á ævinni, eða okkar nánasta fólk, það getur bara fengið boð íbúðir á okkur ákveðnum stað. Vegna þess að þegar við byggjum bara upp félagslega leiguíbúðir, þá erum við alltaf að einhvern veginn að gera það að verkum að fólk geti bara búið í þeim íbúðum og hafa ekkert val búsetu. Þannig að í allri umræðu, bæði hér og erlendis, hefur á síðustu árum verið meira horft til þess að veita fólki stuðning í samræmi við aðstæður sínar en hætta að festa stuðninginn í formi veggja. Því að veggir þurfa ekki að vera félagslegir. Steinsteypan er alveg eins í húsum hvort sem að fólk búi þar við félagslega erfiðleika eða ekki. Þannig að steinsteypan á ekki að stýra stuðningnum. Samband íslenskra sveitarfélaga, af því að borgarfulltrúi Halldór Halldórsson sagði það hér áðan að við ætlum að fara að niðurgreiða leigu á almennum markaði og það væri tekið, það væri á reikning skattgreiðenda. Samband íslenskra sveitarfélaga er með þá stefnu að ríkið eigi að sinna almennum húsnæðisstuðningi í formi húsnæðisbóta. Hins vegar að sveitarfélögin eigi að veita sérstakan stuðning fyrir þá sem eru í félagslegum vanda og eru tekjulágir. Ekki bara til allra tekjulágra, heldur til fólks, tekjulágs fólks í félagslegum vanda. Og það held ég sé sameiginleg sýn okkar að það sé einmitt verkefni sveitarfélagana og það á reikning skattgreiðenda og það allt í lagi. Við eigum að líta á skattfé okkar, sameiginlegt fjármagn okkar til þess að leiðrétta þær villur sem eru í samfélaginu hverju sinni. Það þarf alltaf að leiðrétta allt og við eigum að líta á borgarsjóð einmitt til þess að leiðrétta hlutina í þágu þeirra sem á þurfa að halda hverju sinni. Og það svo sannarlega þeir sem eru verst settir á húsnæðismarkaði í dag. Við þurfum að leiðrétta og leyfa þeim að fá eitthvað meira af kökunni og ekki tala að það sé á reikning skattgreiðenda. Þetta bara eðlilegt að jafna fé til þeirra sem á þurfa að halda. Og ég held að þetta sé bara samstaða þetta. Ástæðan fyrir því að þetta hefur ekki náð fram að ganga sú að ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri-hreyfingarinnar Græns framboðs, hún kláraði ekki húsnæðisbótapakkann þegar hún var hér við völd á síðasta kjörtímabili ríkisvaldsins. Það voru tekin ákveðin skref, en ég var í hópnum sem að náði þverpólitískri samstöðu milli ríkis og sveitarfélaga. Þar voru aðilar vinnumarkaðarins, þar voru fulltrúar allra stjórnmálaflokka. Allir voru sammála það að það ætti að þróa húsnæðisbætur sem tækju við húsaleigubótum og vaxtabótum. Þrátt fyrir þetta samkomulag þá bara kláraðist ekki málið. Samt kláraðist skýrslan og það er að finna hana. Ég ætla að fara að finna einmitt nýju skýrslur. Þetta eru svo margar skýrslur að ég algjörlega bara misti mig áðan á vef velferðarráðuneytisins. En þetta er samkomulag. Svo kom ný ríkisstjórn og hún þurfti aftur að fara að móta nýja stefnu. En nýja stefnan er það sama og við vorum öll sammála fyrir 2 árum síðan. Og þess vegna gerist heldur kannski ekki neitt á þessu kjörtímabili með húsnæðisbæturnar. En við höfum verið að bíða eftir húsnæðisbótunum og höfum þess vegna ekki verið að þróa sérstöku húsaleigubæturnar í nokkur ár. Sem hefur verið bara kvöl og pína fyrir leigjendur sem eru í versta vandanum. Vegna þess að verðlagið hækkar svo margfalt meira en húsnæðisbæturnar eða húsaleigubæturnar.
En upphæð húsaleigubóta er ákvarðað af ríkinu, hins vegar það Reykjavíkurborg sem reið á vaðið árið 2004 með sérstakar húsaleigubætur. Það var til þess, og við horfðum þá til framtíðar, og ég ætla að biðja málshefjendur, borgarfulltrúa Framsóknarflokksins og flugvallarvina, að líta til þess hversu miklu máli skiptir að horfa til framtíðar þegar við erum að tala um húsnæðismál og láta ekki alltaf bara nauðsyn brjóta lög. Þegar við settum á sérstakar húsaleigubætur, þá fækkaði fólki á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði hjá Reykjavíkurborg mörg hundruð, vegna þess að fólk allt í einu fékk möguleika á því að leigja hjá öðrum en félagsbústöðum en hafa samt sama greiðslu hlutfall af tekjum sínum og aðrir. Þannig að greiðslubyrði þeirra var ekki meiri. En þetta hefur breyst, en það er þannig sem við viljum. Við viljum ekki bara byggja sjálf, heldur að fólk í félagslegu vanda líka að leigja til þess að félagsstofnun stúdenta. Eða stundum getur það með einhver svona fjármagni kannski fengið arf og keypt sér inn búseta og leigt þar. Ég meina því ekki. Af hverju við getum öll verið hjá búseta, af hverju ekki fólk líka með félagslega vanda. Og kannski höfum við bara sjálf sem einhvern tímann verið í félagslegu vanda. Ég ætla ekki að dæma um það. En þetta fólk er bara fólk eins og við og við erum að horfa til framtíðar með það. Ekki byggja handa þeim einum. Og þetta var grundvöllurinn þegar stefnan sem var verið að gagnrýna hér áðan, húsnæðisstefna borgarstjórnar, sem náði samkomulag og þegar hún var sett, þá var það á grundvelli húsnæðisbótanna sem að sömu stjórnmálaflokkar voru allir búin að sameinast við alla hagsmunaaðila, milli ríkis og sveitarfélaga, búin að sammælast að tækju gildi 1. janúar 2012 og svo 1. janúar 2013, svo 1. janúar 2014, svo kannski verður aftur 1. janúar 2015, það reyndar ekki fjárlögunum, frekar en fyrir fjárlögum, kannski verður bara 1. janúar 2028, ég veit það ekki. En við verðum að vinna þetta saman með ríkinu þannig að, og öll sveitarfélögin, þannig að það sé eitthvað vit í þessu. Síðan, við langaði bara aðeins að tala um það, hvaða skiptir miklu máli að við horfum til framtíðar. Ég hef alveg ótrúlega mikla samúð með fólki sem í dag fær ekki úthlutað hjá okkur og getur alls ekki fara á frjálsan markað. Því að þó að þeir rétt á sérstökum húsaleigubótum, þá dugar það ekki til þegar leigusalar bara á netinu óska eftir tilboðum í leiguhúsnæði sitt. Mér finnst það svo gjörsamlega siðlaust að eiga 2 herbergja íbúð í 108 Reykjavík og auglýsa á netinu og segja bara tilboð óskast. Já, þá er einhver fjársterkur sem til í að leigja hana á 210.000. En fólk í félagslegu vanda á aldrei séns í þannig kerfi. Og við eigum ekki að bjóða upp á slíkt og þess vegna þarf að endurskoða lög. En síðan finnst mér bara, og þakka fyrir þessa umræðu, mér finnst þetta bara mjög góð umræða, það sem mér finnst merkilegast af öllu að það er að íbúðum félagsbústaða hafi fækkað á 5 ára tímabili frá 2009 til 2014, ég hef ekki heyrt það fyrir hér, en það er greinilega full ástæða til þess að skoða það því að hvergi hefur það verið samþykkt. Það var samþykkt þegar kreppan skall á að hætta þessum kaupum á 100 íbúðum á ári og vegna þess að við höfðum þá líka annað kerfi sem við gátum vísað fólki á, sérstakar húsaleigubæturnar sem voru innleiddar 2005. Það verður að horfa líka á kaupin í samræmi við hvaða stuðningur er í boði hverju sinni. Þessi stuðningur var hugsaður til þess að gefa fólki val. Og ég hef aldrei heyrt um þessa fækkun, hins vegar veit ég að það er alltaf verið núna og mér finnst líka að það er ekkert réttlátt kerfi eða réttlátt system að núna er verið að færa íbúðir á milli. Við ákveðum til dæmis að kaupa 32 íbúðir sem eiga að vera svona íbúðir fyrir fólk sem áður var í búsetukjörnum geðfatlaðra. Að það er búið að vera svona tappi í kerfinu frá því að við settum á laggirnar 17 búsetukjarna með straumhvarfaverkefninu hjá Reykjavíkurborg, að þá gat fólk útskrifast af geðdeildum Landspítalans, fór í búsetukjarna og svo átti að fara í sjálfstæða búsetu. Síðan bara hefur þessi sjálfstæða búseta ekki alveg orðið eins og í þeim mæli sem átti að verða, þannig að fólk hefur orðið fast í þessu búsetukjörnum. Og síðan hafa félagsbústaðir ekki fundið 2 herbergja íbúðir í nálægð við búsetukjarnana þar sem fólk átti að fá stuðning og þjónustu.
en þeir áttu aðrar íbúðir sem ekki voru sérmerktar þessu verkefni. Þannig að þeir hafa verið, og ég hugsa að kannski hluti af þessari mistalningu það að þeir taka íbúðir úr einu kerfi, setja í annað og eitthvað svona. Að þetta er svolítið skrítið. Mér finnst þeir hægt að sérmerkja íbúðir hvort að fólk er þroskaheft í þeim eða geðfatlað eða fótalaust eða heyrnarlaust. Það á ekki að skipta máli, en við erum með þetta allt svona voðalega skipt og ég veit eiginlega ekki af hverju. Og svo verður fólk gamalt og þá heitir það ekki félagsleg leiguíbúð, þá heitir það þjónustuíbúð, stundum af því að það er þjónusta tengt íbúðinni, en stundum alveg óháð því. Ég held að þetta bara að fara að tala um íbúðir, þær eru 2600, ég veit ekki nákvæmlega, þegar í nýjustu skýrslunni sem ég fór að leita núna á vefnum þá stendur að almennar íbúðir séu 1800. Það er svolítið sérstakt að geta ekki bara sagt töluna, en það væntanlega vegna þess að kannski vita embættismennirnir ekki heldur hvort það séu 1804, 1842, 1844 eða bara eitthvað annað. Takk. Borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar í ræðu borgarfulltrúans. Fyrst er það Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjóri, borgarfulltrúar. Það er einmitt það sem við viljum gera, það er að horfa til framtíðar í þessu máli. En til framtíðar í stuttri merkingu. Það er að segja ekki til 10 ára, heldur bara til næstu 1-2 ára. Skammtímar, ég veit ekki alveg hvernig ég ætti að koma á orðum að þessu betur, en þetta vonandi skilst. Ég vil ekki sem sagt að við förum að koma með aðra skýrslu. Ég er ennþá á því að nauðsynin er svo mikil núna, þó svo, og þess vegna ætlum við að horfa til framtíðar það við séum ekki að festa fólki í félagslegu bústaðum, heldur setja leikreglur þannig að þegar efnahagurinn lagast, þegar fólk fær vinnu og hættir að vera atvinnulaust eða hver svo sem forsendur eru fyrir þessum hluta af félagslega kerfinu, að þá losni þessar íbúðir tilbaka þannig að það sé hægt að selja. En ég vil miklu frekar, nú er það þannig að hverfi 111, 104 og 105 eru með langflesta stærsta hópinn af félagslegum íbúðum. Við getum svo auðveldlega hljótum að geta séð það að það er ekkert óeðlilegt við það að fjárfesta meira þó það væri í þessum hverju, þó það sé keypt meira í Breiðholtinu. Þess að frekar viljum við að borgarbúar okkar búi hérna í húsnæði heldur en í bíl á bílastæði fyrir Breiðholti. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir. Framtíðin er eitthvað langt fram í tíman og svo allt í einu mundi ég eftir því að einhver óbóðslega vitur og gáfaður heimspekingur hélt ég hefði sagt sko framtíðin er núna. Svo googlaði ég það og þá var það vinsælasta lag Guskus á síðasta ári. En ég ætlaði að vitna í einhvern frægan heimspeking en þá var það bara Guskus. En það er ekkert verra, við getum dansað við það. En framtíð í húsnæðismálum er held ég til lengri tíma en 1-2 ára vegna þess að húsnæði, það er tengt til dæmis aðalskipulagi og aðalskipulagi er alltaf til 30 ára og við verðum alltaf að horfa á borgarþróunina til lengri tíma og það skiptir öllu máli. Borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Hæstvirtur forseti, borgarstjóri, borgarfulltrúar, ég óska eftir að gera bókun og geri grein fyrir henni hér. Ljóst er að verulega skortir á að Reykjavíkurborg uppfylli skyldu sinni í húsnæðismálum gagnvart þeim íbúum sem vegna félagslegra aðstæðna eru ekki færir að sjá sér sjálfir fyrir húsnæði. Samtals 850 manns eru á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði og þar af 550 brýnni þörf.
Sú þörf verður ekki leyst með því að félagsbústaðir hverfi frá fyrri stefnu aukningu 100 íbúðir á ári og kaupi í stað þess 30 íbúðir á ári. Þá verður þörfin ekki leyst með því að félagsbústaðir fái til úthlutunar 25% af þeim 400 til 800 íbúðum. Það eru 100 til 200 íbúðir sem stendur til að byggja næstu árin með svokölluðum Reykjavíkurhúsum. Reykjavíkurborg verður að setja í forgang fjölgun á félagslegum leiguíbúðum til að mæta skyldu sinni. Neyðin hefur sjaldan eða aldrei verið meiri en nú og krefst hún beinna og tafarlausra aðgerða Reykjavíkurborgar. Við sendum þetta. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá veitir andsvar borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, það er nefnilega málið. Þetta tekur allt svo langan tíma og það sem við auðvitað vitum er það að það sem gerðist með hruninu er það að séreignarstefna gekk sér til húðar og það sem er í rauninni það sem að koma skal er auðvitað fjölgun á leiguhúsnæði og búseturéttar íbúðum og ég held að það sé enginn á móti því. Hins vegar að þá tekur þetta allt langan tíma og meðan að það er verið að byggja upp öðruvísi markað á Íslandi og í Reykjavík að þá þurfum við auðvitað að grípa inn í varðandi félagslega húsnæði, félagslegu leiguíbúðirnar og byggja upp þennan markað samhliða sem mun taka langan tíma. Og ef við lítum bara á aðalskipulagið þar sem gert er ráð fyrir 14.000 íbúðum til ársins 2030 og þar af eiga að vera 25% leigu eða búseturéttar íbúðir, það eru 3.500 íbúðir á öllum þessum tíma. Talað um 700 íbúðir á ári og það eru 175 íbúðir sem falla þá undir það að vera leigu eða búseturéttar íbúðir. Við vitum það, þetta tekur langa tíma að beygja þetta olíuskip sem við erum á, sem er séreignarstefnan, til þess að fara að byggja upp íbúðir sem að flokkast undir almennan leigumarkað, sem er það bæði að tekja eignamarka og síðan þá hinir sem er í þessu hagnaðarskyni og líka búseturéttar íbúðirnar. En að meðan að við erum að beygja þetta olíuskip, að þá verðum við að grípa til aðgerða og fjölga almennum leiguíbúðum. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir. Forseti og ágætu borgarfulltrúar, það er rétt að það þarf að fjölga félagslegum leiguíbúðum og ég gleymdi að koma að því hér áðan að upplýsa fólk það að núna geta félagsbústaðir farið að kaupa íbúðir í kjallara og í risi. Þeir hafa endurskoðað verklagsreglur sínar hvað það varðar. Borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá er andsvörum lokið og næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir. Forseti og borgarfulltrúar, ég ætla að endurtaka hér orð síðasta ræðumanns. Já, það er þörf á fleiri félagslegum íbúðum. En mér langar hins vegar að henda inn aðeins svona nýrri umræðu og hún snýst það sem að framfór í húsnæðishópi borgarráðs, ég held að hann heiti það svona sirka, sem að starfaði hér hefur starfað í 2 ár og lauk störfum svona fyrir það bil tæpu ári síðan. Eða hefur allavega ekkert hist þó að kannski hafi ekki formlega verið hnýtt slaufu eða enda á þetta starf, þá veit ég ekki alveg hvað það er statt. En svona upp úr því þá náttúrulega var mikil umræðu Reykjavíkurhúsin og þá hugmynd þar inni. Hins vegar aldrei á þeim nótum að mínu mati að það ætti að fara að skilgreina nýjan félagslegan hóp í Reykjavík sem Reykjavíkurhúsin ganga samt út á núna. Vegna þess að einhvern veginn í meðförum bæði félagsbústaða á þessari hugmynd inn í hópnum verður til einhver skilgreining af því, það var alltaf talað blöndun, það var talað almennar leiguíbúðir, bara almennu leigumarkaði sem hlýtur að teljast að allir hafi aðgang á honum og blöndunin felist í að allir geti þá, eða bara hver sem geti átt heima í húsi þar sem að svo hinir, þeir einstaklingar sem tilheyra einhverjum ákveðnum flokkum svo geta líka eins og bara hefur komið fram hér. Fjórðungur sem sagt með félagsleg vandamál og falla undir viðmið velferðarráðs eða velferðarsviðs
fjórðungur stúdentar, fjórðungur fatlaðir aldraðir og fjórðungur á almennum leigumarkaði. Það var umræða. Hins vegar fór þetta einhvern veginn, allavega endra svo að félagsbústaðir og það er unnin sem drög að nýrri eigendastefnu félagsbústaða, þar sem að þeir gera ráð fyrir að fara að þjónusta nýjan hóp sem er nákvæmlega sem er þessi hópur sem ég er að tala sem er 3000 manna hópur í Reykjavík sem á að fara að tilgreina að sé í rauninni sá hópur sem hafi aðgengi að einum fjórðungi í Reykjavíkurhúsum og þar er ég til dæmis að nota einhvers konar bingolottó til að velja inn. Ég hef eiginlega bara ekki náð þessari hugmynd. Mér finnst hún stórskrýtin og mér finnst hún draga fókusinn verulega frá því að við þurfum að fjölga félagslegu húsnæði. Út af hverju verið að skilgreina þennan nýja hóp? Út af hverju? Og þú veist, er það til þess að komast einmitt í gegnum EFTA, ESA? Er það til þess? Ég hef grun það. Mér langar að spyrja bara, hvar er þetta statt? Þú veist, líka, eigendastefna fór hérna í kynningu á ráðunum. Það komu eflaust margar mismunandi umsagnir þar frá þeim. Maður veit ekki hvar þetta er statt núna. Það er gaman að fá bara aðeins að heyra það ef fólk er með þetta tiltækt. En annars held ég að það þurfa alveg bara sér einhvern veginn umræðu þetta. Ok, það kom hérna fram áðan hjá borgarstjóra að það sé ekkert verið að bíða eftir svari eftirlitsstofnunar Evrópu og ég fór nú og las bréfið bara hérna rétt á hann og sé ok, þetta er svo sem þannig verið bara að tilkynna að svona verði þetta og þá velti ég fyrir mér var ástæðan svo að til þess að komast í gegnum regluverki og eftirlitsstofnun að það þurfti að skilgreina nýjan hóp þeirra sem þurfa sérstaka aðstoð að halda í Reykjavík, 3000 manns sem væru markhópur þeirra sem færu inn í örfáar íbúðir og til þess að þetta vera með bingolottó til að velja inn. Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Halldór Halldórsson. Já, forseti og góðir borgarfulltrúar. Ég ætla aðeins að koma aftur inn á þetta mál og ég er ekki enn búin að átta mig á hvernig á að standa að þessum málum af hálfu meirihlutans. Því við erum líka að ræða mál þar sem að vantar 500 félagslega leiguíbúðir en á sama tíma er verið að tala um að fjölgun 2500 til 3000 almennar leiguíbúðir. Og það er kannski það sem að skilningurinn líka er ekki svo sami hjá okkur af því að borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir kom hér upp og var að ræða þetta að við erum að tala um almennan leigumarkað. Það sem að við erum annars vegar að tala um almennan leigumarkað þar sem að við skiljum ekki þörfuna fyrir að skilgreina nýja þörf, fólk í félagslegri þörf eins og borgarfulltrúi Áslaug María var að tala um áðan, á sama tíma og vantar 500 íbúðir inn í félagslega leiguíbúðakerfi. Það er alveg rétt sem að kom fram hjá borgarfulltrúa Björk Vilhelmsdóttir áðan að það hefur einmitt verið stefna sem að hefur verið bara sátt að ríkið eigi að sjá sinn hluta af þessu og að sveitarfélögin eigi að koma inn með stofnstyrki sem að geta verið eins og er nú víðast hvar í framlagi lægri gatnagerðargjalda og slíkt. Og meira að segja hefur á þessari stefnu verið unnin að hluta til sú stefnumótun sem var lögð fram í maí á þessu ári og sem tillögur til núverandi húsnæðismálaráðherra, velferðarráðherra. Þannig að ég sé ekki annað en það sé samstaða þetta, það hefur ekki verið ágreiningur þetta, en það sem ágreiningurinn er eða
eða ekki sami skilningur, það þetta sem ég saði hér í upphafi annars vegar almennan leigumarkað og hins vegar leigumarkað í félagslegri þörf. Þannig að við viljum ekki að verði farið að niðurgreiða leiga sumra en ekki annar á almennum leigumarkað og við viljum ekki að verði farið að skilgreina nýja þörf fyrir nýja hópa. Nú ég hjó eftir því að borgarfulltrúi Guðfinna sagði hér áðan að séreignarstefnan væri gengið sér til húðar. Ég ekki sammála því. Ég tel einmitt og ég sagði hér í orðum mínum áðan, þá talaði ég það við ættum einmitt að styðja við hana betur vegna þess að það leysir alveg helling. Það bara of erfitt fyrir fólk að komast yfir húsnæði í dag og það þarf að bæta það þó það sé ekki beinlínis verkefni borgarna eins og ég tók fram þá. Og svo að lokum þetta. Borgarstjóri fór hér yfir máli áðan og skýrði sumt. Ég ætla að taka það fram að ég sammála honum það að það mikil nauðsyn á því að ráðherra húsnæðismála og ríkisstjórnin gangi frá endanlegri stefnu í húsnæðismálum. Það auðvitað, við hljótum að vera sammála það, þó sé ágreiningur hérna á milli okkar einhverja ákveðna aðferð, hljótum að vera sammála það að það algjört lágmark að það sé skýr stefna í húsnæðismálum af hálfu þess ráðherra sem að fer með húsnæðismál. Mér alveg sama hvaða flokki sá ráðherra tilheyrir eða hvaða ríkisstjórn í landinu hverju sinni, þetta auðvitað lágmarkskrafa og hefur auðvitað áhrif á þau viðfangsefni sem við erum að fást við hér. Og að loka þetta, ég boða bókun af hálfu okkar borgarfulltrúa og Sjálfstæðisflokksins í þessu máli og við fáum þá bara að kynna hana hér í lokinni eða eitthvað. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið máli sínu, þá tekur næstu til máls háttvirtur borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi bara aðeins svona í lokin að reyna þá að súmmera þetta. Ég skilði það þannig að það sé algjör samstæða það í borgarstjórn að það þurfa að fjölga félagslegum leiguíbúðum. Það eru meiri fyrirvarar varðandi aðferðafræðina varðandi almenna leiguíbúðir, allavega hjá Sjálfstæðisflokknum, en það engar síður allir þess meðvitaðir að staðan alvarleg og það þarf að vinna hratt. Þetta skiptir mjög miklu máli. Það hefur líka verið tekið mjög undir það að það sé og undirstrikað, nú síðast af hálfu borgarfulltrúa Halldóri Halldórssoni, að til þess að vinna hratt að þá lykilatriði að ráðherra húsnæðismála og ríkisstjórnin taki afstöðu til þeirra kosta sem á borðinu og hafa svo sem verið lengi og eyði óvissunum framtíð Íbúðalánasjóðs og umhverfi uppbyggingarinnar, ekki síst hvaða félagslega þáttin varðar. Þetta þýðir einfaldlega að þessi umræða hefur verið að miklu gagni. Það skiptir bara mjög miklu máli að við eigum hana reglulega og önnur mál sem eru til mikillar umfjöllunar og vinnu hér í Ráðhúsinu og annar staðar, vegna þess að þannig borgarstjórnin að sinna hlutverki sínu og fyrir það vil ég bara þakka og skal heita því að liggja ekki á liði mínu við að láta þessi verkefni ganga eins hratt fram og hægt Þá borgarstjóri lokið máli sínu og það ekki fleiri hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Við tökum þá hálftíma matarhlé. Hvað búið að því? Áskilum við kannski rétt til að Viltu að ég setja fundin aftur?